Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra. Forseti. Ný upplýsingalög tóku gildi síðustu áramót. Þau taka bæði til allra starfsemi stjórnvalda og allra starfsemi lögaðila sem eru að 51% hluti eða meira í eigu hins opinbera. Ráðherra getur ákveðið samkvæmt 3. málsgrein 2. grein laganna að tilteknir lögaðilar falli ekki undir gildissvið laganna að fenginni tillögu frá hlutaðeigandi ráðherra eða sveitarstjórnum og umsögn Samkeppniseftirlitsins. Samkvæmt athugasemdum við þetta ákvæði frumvarpi laganna segir meðal annars, með leyfi forseta, að ákvörðun það hvort tiltekið fyrirtæki getur fallið undir undanþágureglu 3. málsgrein 2. greinar frumvarpsins verður að byggja á sérstöku mati á starfsemi viðkomandi fyrirtækis og markaðsaðstæðum á því sviði sem það starfar á. Ljóst er umframt að henni ber að beita af mikilli varfærni. Hæstvirtur forsætisráðherra veitti nýverið á 50 lögaðila undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga á grundvelli framangreinds ákvæðis. Í 2. grein auglýsinga ráðherra númer 600 frá júní í ár eru 36 lögaðilum veitt undanþága frá upplýsingalögum sem skal með leyfi forseta endurskoða fengin umsókn Samkeppniseftirlitsins þó eigi síðar 1. janúar 2014. Hér veitir forsætisráðherra undanþágu frá lögum án þess að hafa fengið umsókn Samkeppniseftirlitsins þrátt fyrir upplýsingalög kveði skýrt á að ráðherra geti aðeins veitt undanþágur eftir að hafa fengið slíka umsókn. Við þetta má bæta að samkvæmt umfjöllun fjölmiðla þessar undanþágur virðist Samkeppniseftirlitið koma að fjöllum og getur ekki svara fyrir að framhjá þeim sé gengið í ferlinu og vísar ráðuneytinu. Ég vil því spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort hann telji það samræmast lögum að veita undanþágurnar án umsagnar Samkeppniseftirlitsins, umsagnir Samkeppniseftirlitsins liggi fyrir. Og það mjög mikið grundvallarmál fyrir Pírata að upplýsingafrelsi og upplýsingaréttur almennings sé virtur. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það voru nú allt of margar rangfærslur í fréttum af þessum málum, að ég segja að hv. þingmaður hafi farið með rangt mál, en í fréttunum voru of margar rangfærslur til þess að ég geti rakið það allt hér. En verð þá að einbeita mér að fyrirspurninni og byrja þó á því að útskýra hvers vegna þessir undanþágur eru til staðar. Það er einfaldlega vegna þess að fyrirtæki sem það eru í eigu ríkisins sem að keppa við einkafyrirtæki stæðu mjög illa að vígi ef að þau eingöngu þyrftu að veita upplýsingar alla sína starfsemi sem keppinautarnir getur þó nýtt sér og myndi mjög skerða samkeppnisstöðu innan opinberu fyrirtækja. Með öðrum orðum, þetta snýst að vernda sameiginlegar eignir okkar. Í því skyni hefur þessum undanþágum verið komið á og fyrirkomulagið slíkt að ráðherrar leggja til að ákveðnum fyrirtækjum á sínu sviði verði veittar undanþágur. Tillögur ráðherra berast inn í forsætisráðuneytið þar sem að tekin ákvörðun hvort þar sem undanþágurnar eru veittar. Þegar að þessi beiðni barst á sínum tíma spurði ég hvort að það væri einhver tilefni til þess að veita ekki undanþágur og það lá skýrt fyrir að það væri engin grundvöllur fyrir forsætisráðuneytið að koma í veg fyrir að slíkar undanþágur yrðu veittar. Engu að síður, af því að ég deili nú oft áhyggjum hv. þingmanns og þingmanna Pírata, setti ég inn sérstakan fyrirvara að fengin yrði umsögn Samkeppniseftirlitsins og undanþágur endurskoðaðar þegar að sú umsögn lægi fyrir. Þeir tímafrestir sem að vísað var í einhverri frétt, þar að segja að Samkeppniseftirlitið hefði bara haft 1 dag eða eitthvað slíkt til þess að meta þetta, voru ekki réttir. Þessi mál höfðu legið fyrir í kerfinu flest líklega frá tíð síðustu ríkisstjórnar áður en að þau komu til afgreiðslu í forsætisráðuneytinu. Til máls tekur öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir. Forseti, það sem skiptir höfuðmáli í þessu ferli að samkvæmt því sem kemur fram í bréfi frá Samkeppniseftirlitinu til starfsmanns Pírata
þá segir eftirfarandi embættismaður: varðandi síðara atriðið þá vísar Samkeppniseftirlitið á forsætisráðuneytið varðandi svör um málsvið ráðuneytisins vegna lögbundinna umsagna og ákvörðunartöku tengslum við undanþágubeiðni á grundvelli upplýsingalaganna. Og það sem ég finnst skipta máli hér, ég alveg sammála að það í lagi að veita undanþágur í þessum tilfellum eins og forsætisráðherra hæstvirtur greinir frá, en ég vil spyrja og ítreka það: lá það skýrt fyrir að þessi umsókn hafi fengið undanþágu frá Samkeppniseftirlitinu? Út af því í 3. málsgrein, ég hvet ráðherrann hæstvirtan til þess að lesa hana, að þá verður að þessi undanþága að koma frá Samkeppniseftirlitinu. Þetta er liður í lagabálkinum og ráðherra og öðrum ber að fylgja lögum. Til máls tekur öðru sinni hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég tek bara undir það sem hv. þingmaður segir. Að sjálfsögðu ber að fylgja lögunum og það hefur í einu og öllu verið gert. Lögfræðingur forsætisráðuneytisins hefur útlistað þetta mjög greinilega í greinargerð þar sem hv. þingmaður getur kynnt sér þetta. En ég, eins og ég nefndi hér í fyrra andsvari, hafði allan vara á þegar að ég var beðinn að afgreiða þetta, enda þótt væri að ræða hefðbundna afgreiðslu sem að rennur nú yfirleitt í gegn athugasemdalaust, vegna þess að ég, eins og hv. þingmaður, vil gæta sérstaklega að því sem varðar upplýsingarétt almennings og leið eins og verið að láta mig afgreiða eitthvað sem að síðasta ríkisstjórn hefði ekki klárað, þess að fyrir vikið hafði ég allan vara á og bætti við þessum fyrirvara. Þannig að í þessu tilviki ekkert að óttast, en alveg sjálfsagt að nýta þetta mál sem áminningu að menn passi upp á það að fylgja ávallt í einu og öllu ákvæðum upplýsingalaga.